við Árni Svanur sem vorum samverkamenn hérna og ákveðum að byrja. Okay. Og það var bara þannig, sko, það þyrfti að vera að hafa einhverja fundi, bara ákveður að byrja. Og það var öskudagur og við byrjuðum þá og höfum sér haldið þessu gangandi og þá var ákveðið strax að það eru alltaf minnst 5 aðilar sem að væru hefðu svona embætti. Þetta var ekki bara presta fyrirbæri, heldur það væri alltaf einhver sem að sæja bænina, einhver sæja hugleiðinguna, einhver forsöngveri, einhver sæja kaffið og einhver sæja líka samsköttin og svona sko. Og við tókum samskott strax til að geta bara gert okkur morgumat þarna og látið sérna afganginn fara í góðum málefni og það er búið að gera það ennþá. Ég veit ekki, ég hef búin að vera svo lengi í burtu, ég veit það ekki, en sko eftir 10 ár þá vorum við búin að safna held ég 2 milljónir svona í æskulýðsstarf eitthvað svoleiðis sko. Því að þó við látum bara kannski 500 kall í hvert skipti, skiptir engan máli, en þegar þau safnað saman þá er þetta rosalega öflugt sko. Þannig að já, og það var eiginlega byrjunin af því að meðan fóru að taka svefnun hérna, það var af því að við gerum þetta miðvikudag. Þetta hefur samt verið, þið byrjið sko tilefnislega sem slíkt, öskudagurinn og öskudagsmessa. Já, sko þetta var enda þannig, sko á baku þetta er það, öll árin sem ég var sko í Heidelberg, í námi þar, sko það er sko háskólakirkjan, það er alltaf á hverjum miðvikudagsmorgni klukkan 7 reyndar, þar er messa, þar sem stúdentarnir hjálpa til og svo er morgunverður á eftir. Og þetta samfélag var mér alveg gríðarlega dýrmætt og mér fannst alltaf svo mikið synd að vera ekki til svona samfélag hér, þannig að þegar það gafst tækifæri og ég samfæði Árna Svanur að vera með mér í þessu sko, og það var hérna ákveðin lítill hópur sem konur sem hefði kynnst með, ég var rektor í Skálholti, sem komu strax inn í þetta eins og Sigrún sem var hérna sem er búin að vera allan tíman sko, og þetta var, þannig að það myndaði strax svona 10-12 manna hópur og ég hef aldrei séð svona stórun hóp hérna sko, en hann er stundum stór sko, en svona þessi, ég hugsa að sé kannski 15-20 sem er svona fastur hópur sko sem kemur það sko. Sko, ég er að velta fyrir mér, hópurinn nú er orðið 15 ára afmæli og margir eru búin að vera að koma hérna árlega á þessum degi. En sko öskudagurinn sem slíkur, ef maður hugsar tilefnið það að vera með messu á öskudegi og föstunni og fastan sem slík, hvað er það sem við erum að gera og hvernig á það heima hjá okkur í dag, í Íslandi í dag? Það var náttúrulega líka þannig, sko, eitt af því sem mér fannst svo mikil synd var það að við værum búin að týna öskudeginum, hann væri bara svona dagar fyrir krakka sem söfnuðu nammi. Og mér fannst það svo mikið synd, sko, líka þegar föstu messurnar eru horfnar sem voru alltaf líka miðvikudag mikilvæga, að þá, sko, tækifæri þess að hugleiða, sko, föstuna er þá ekki nægilega öflugt hjá þeim sem vildu gera það. Hvað merkir þetta eiginlega og af hverju erum við að þessu, sko? Og þetta er svona svolítið eins og það, sko, vilja bara fá, sko, rjóman af tertunni. Sko, þú vilt fá páska og upprisu, en þú vilt alls ekki fá föstudaginn langa eða þú vilt ekki endilega fá einhverja svona aðdraganda að því að þú megir fara þennan veg með Jesú frá dauðanum til lífsins, sko. Ja. Þeim það er gott að fá þetta svona, sko, bara eins og bara að fá jólagjöf svona, en sko það að þurfa virkilega að ganga þennan veg, það vantar það líka. Þess vegna er öskudagurinn svo góður dagur til þess að hugleiða þetta og það er ekki bara. Nú er ég að heyra þetta í fyrsta skipti þessa vegferð sem við erum að fara með Jesú. En getur þú sagt okkur svona, og þeir sem að horfa á þetta, sagt okkur, hver er þessi vegferð? Hvað erum við að gera í föstunni og þessu ferðalagi? Það er náttúrulega í rauninni þannig, sko, ég meina Jesús kemur til jarðarinnar til að taka okkur í þetta ferðalagi. Hann kemur til þess að við getum gengið með honum inn til eilífðarlífsins. Sko, það er í rauninni þess vegna sem að Guð sendir son sinn til jarðar til þess að taka okkur með sér inn til eilífðarlífsins. Til þess að geta gert það, þá er það vegferð með Jesú. Altså, maður náttúrulega bara deyr og svo kannski bara ekkert meir. Ef þú vilt að sé eitthvað meir, þá þarftu náttúrulega líka að hafa einhvern með þér í dauðanum sem tekur þér til lífsins. Annars ertu bara í dauðanum. Sko, þetta er í rauninni mjög einfalt mál. Ég meina, sko, í rauninni gæti maður sagt, sko, núna fólk hefur kannski ekki voðalega mikla þörf fyrir að fara, sko, eiga eilíft líf og það langar kannski ekki endilega að fara til himna. Skilur, það er vegna þess að maður, við viljum bara lifa eins vel og við getum og vera frísk og hraust allan tíma sem við erum á jörðinni, svo erum við bara steindauð og ekkert vesen með það. Af því við, sko, okkur óvar við því að þegar við erum búin að ljúka lífsveðferðin sé einhver sem kemur og segir, hvernig var þetta líf hjá þér, sko? Þá
áttu skilið að fá einhver verðlaun eða áttu bara engin verðlaun skilið. Og þessi óttinn við það að einhvern uppgjör, sko, horfast í augu við sjálfan sig, það er bara þannig, sko, að sko, þetta held ég partur af því að við viljum ekkert endilega horfast í augu við hvað fasta er. Við viljum ekkert endilega að það sé einhvern að skipta sig af því hvernig við lifum lífinu. Og svo þegar við förum á nálgast þetta komumst við að því, það er einmitt alveg bráðnauðsynlegt að einhver skiptir sér af því svo að við höfum einhvern aga á okkur sjálf. Líka þannig við lifum heilbrigðu lífi og drekkum ekki frá okkur allt vit og eitthvað svona og étum á okkur gat og svona, sko. Skilur, þetta er bara þannig. Þetta er haldreipið okkar. Já, þetta er spurningum að sko einhvern veginn að göfga lífsitt. Ég meina, ef við myndum hafa einhverja göfgun, þá verðum við bara eins og hverjum rándýr, sem við náttúrulega erum að vissu leyti, sko. Ef við ekki höfum einhvern aga sem að göfgar okkur í lífinu, ef við höfum ekki að stefnu að við séum hérna vegna þess að við eigum vonum eilíft líf, hvernig svo sem það lítur út, og okkur langar til þess, okkur langar til þess að það sé það fólk sem er farið undan okkur, við hittum það og svona, sko. Það. Þetta er í rauninni ekkert flókið, en sko maður þarf alltaf að hugsa það. Flott pæling. Okay.